Þá segi ég 33. fund sveitarstjórnar Rangárþings ytra settan. Það liggur fyrir dagskrá í 15 liðum áður við göngum til dagskrár þá ætla sveitarstjóri að fara yfir það helsta sem gerst hefur á milli funda. Gerðu svo vel, Ágúst. Já, takk fyrir oddviti. Það er nokkur atriði sem er gaman að minnast á. Frá því við hittum síðast þá erum við búin að vígja nýja deild á Lundi sem er alltaf stórkostlegt í okkar sögu hér og tókst gríðarlega vel og ánægjulegt og allan hátt okkur til sóma held ég og þá spyrja menn náttúrulega hver eru næstu skref í þessari uppbyggingu, fjölga hjúkrunarrýmum og halda áfram að byggja upp, þannig að það er bara lífið heldur auðvitað áfram. Nú, við áttum fund með HSU út af læknamálum hér og fórum úr sveitarstjórninni, líklega vorum við 5 og mættum hérna með ásamt með hluta á sveitarstjórnar Rangárþings eystra og fulltrúum frá Ásahrepp og hittum yfirstjórn HSU og þarna var nú ýmislegt talað, misgagnlegt fannst mér reyndar en það sem mér varst mestu máli skipta að við komum þeim skilaboðum mjög sterkt á framfæri að við óskum hér eftir því að auka hér starfsskyldi lækna upp í 3 full starfsskyldi sem eru bara 2,75 í dag. Og það fannst nú ekki mikill tími til að fá botn í það máli sjálfur sér en við fréttum í það minnsta að það er fjárhagsstaða HSU er mun betri en var. Það er búið að slétta út erfiðleika síðustu ára í fjármálum og svolítið verið að vinna með hreint borð í þeim efnum og því hljóta að vera meiri möguleika til að ná þessu í gegn og við þurfum bara að berjast í því áfram og eiga þá bara fleiri fundi með hjúkrunarforstjóranum eða með forstjóra á HSU afsakið og því fólki og reyna að ná þessu í gegn. Þetta er svo sem ekki neinn gríðarleg krafa hjá okkur, þetta er 4. úr starfi og við vitum það að hér er fólki að fjölga og allir þessi ferðamenn og allt þetta sem við reyndum að halda til haga þegar við hittum þau þarna. Þannig að það þarf að vinna áfram í því. Nú síðan er að frétta á Rangárljósum að okkur tókst að ná í aðeins meiri styrk úr þessum fjarskiptasjóði Ísland ljóstengt, fengum 17 milljónir í viðbót við þær 118 sem við vorum komið með. Þannig að við erum eiginlega komið með það sem við lögðum upp með í upphafi í styrkjum og þetta hjálpar verkefninu heilmikið. Nú síðan undirbúningur vegna veituframkvæmda hjá vatnsveitunni eru í gangi, þetta er það í byggðasamlaginu og það á eftir að verða fundir og allt það en einhver síðar að þá er þetta stórt og mikið mál sem er auðvitað inn á okkar borði hér alla daga uppbyggingu vatnsveitunar okkar til framtíðar og það er mjög spennandi mál þar. Nú fyrsti fundur í byggðarsamlagi tónlistarskóla Rangæinga, hann var haldinn í gær. Nú eru komnar nýjar samþykktir þar fyrir það sameiginlega verkefni og komið á skýrara form sem er ágætt. Grunnskólarnir okkar eru báðir að fara í gegnum ytra mat og það er þessi byrjað svo vinna, byrjað hérna grunnskólanum og fer síðan upp á Laugalandi núna í mars, þannig að það er komið á stað. Nú vinna við Oddabrúna svokölluðu, brúna yfir Þverá, þar er sem sé verið að Hornfirðingar sem böðu lægst í þessa niðurrekstrarstaura og svo vinna er komin á stað og á að klárast núna fyrir 10. mars. Þannig að það potast áfram. Nú síðan var dagur leikskólans síðastliðinn mánudag og það var mikið líf og fjör á báðum leikskólanum okkar og hérna mikið af fólki sem kom í heimsókn og mjög skemmtilegt og vel að því staðið. Nú síðan að nefna það að það er náttúrulega alltaf einhverjir fundir
í gangi og fundur núna í vikunni starfsmat á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga sem er kerfi sem var innleitt hér á Íslandi frá Bretlandi. Það sem við að meta störf þannig að það sé hægt að raða fólki á réttan stað í samningum og skiptir auðvitað mjög miklu máli og fyrir okkur að fylgjast með því. Það er enda búið að stærstu hluta hér hjá okkur en það er sem sé í rauninni háskóla BHM sem er að klárast núna en það er ekki margir starfsmenn okkar í því félagi eða þeim félagum. Nú síðan var heilmikill fundur stöðu og framtíð íslenskra sveitarfélaga haldinn hérna í síðustu viku og er að halda slíka fund all land og þar menn að velta fyrir sér bara meðal annars hugsanlegum styrkleika af því að sameina sveitarfélög enn frekar, af hverju ætti að gera það, mögulega verkefnum sem munu lenda hjá sveitarfélögunum á næstu árum og hver reynslan hafi verið af þeim verkefnum sem voru flutt frá ríki til sveitarfélaga og svo framvegis. Og þetta er sem sé á vegum innanríkisráðuneytisins nefnd sem er að kynna stöðu þessa máls. Og síðan vil ég nefna það í næstu viku þá er kjördæmavika hjá Alþingi og þá er reiknað með fundi með þingmönnum Suðurlands þann 14. hérna á okkar svæði. Og þangað munum við að sjálfsögðu mæta og með útprentuð blöð í því sem er mikilvægt fyrir okkur hér á þessu svæði. Og þannig að það er að koma vel undirbúið þangað, þetta samgöngurnar sem eru mikilvægar og nú hérna málefni heilsugæslunnar og svo fleira en ekki fleira í bili. Takk fyrir þetta, Ágúst. Þá göngum við til dagskrár. Það er fyrsti liður, byggðarráð Rangárþings ytra, vísaði til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Það er liður 1.5 úr fundargerðinni. Það var lagt fram minnisblað frá fundi byggðarráðs áhrif nýrra húsnæðislöggjöfar á umhverfið í húsnæðismálum Rangárþings ytra. Það er tillaga að lagt er til að unnið verði áfram í takt við tillögur byggðarráðs og að stefnt að því að leggja fram húsnæðisáætlun fyrir sveitarfélagið á næsta fundi sveitarstjórnar. Málið er laust þessa tillögu, orðið er laust þessa tillögu. Enginn kveður sér ljós, þeir sem að geta samþykkt hana gefi merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Þá vorum við í lið 2, íþrótta- og tómstundanefnd, 10. fundur. Það er tillaga að staðfesta fundargerðina. Enginn hefur kvætt sér ljós, þeir sem að geta samþykkt að staðfesta fundargerðina gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 3, félagsmálanefnd Rangárvalla og Vestur-Skaftafellssýslu, 40. fundur. Vísaði til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti til kynningar. 3.1 reglur sérstakan húsnæðisstuðning. Lagt fram drög nefndarinnar að reglum sérstakan húsnæðisstuðning með þeirri viðbót við 9. grein að sérstakur húsnæðisstuðningur fyrir 15 til 17 ára verði 60% af leigufjárhæð en þó eigi hærri en 25.000 af leigufjárhæð, einnig viðbót við 23. grein að reglur verði endurskoðaðar að ári liðnu. Það er tillaga að sveitarstjórn samþykki fyrir sitt leyti reglurnar með fyrirgreindum viðbótum og jafnframt að félagsþjónustan hafi með höndum alla umsýslu varðandi umsóknir og afgreiðslu þeirra samkvæmt fyrirgreindum reglum. Orðið er laust þessa tillögu. Enginn kveður sér ljós, þeir sem að geta samþykkt tillöguna gefi merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Þá verður það liður 4, skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra, 107. fundur.
Vísaði til umfjöllunar einstakar liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Ég les upp hvað liðnir eru og síðan tillögu sveitarstjórnar og lít svo á að tillögurnar séu samþykktar samhljóða nema þið gefið mér viðvart. Það er 4.1. Ölfusá sjálflega landskipti. Það er tillögu með sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 4.2. Hungurfit umsóknarstofnun lóða. Það er tillögu með sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 4.3. Krókur umsókn stofnun lóða. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 4.4. Árbæjarhellir, þjónustusvæði vestan Árbæjarvegar. Það er tillaga með sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 4.5. Árbæjarhellir land 2, deiliskipulag, þjónustusvæðis vestan Árbæjarvegar. Það er tillaga með sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 4.6. Svæði sunnan Suðurlandsvegar, deiliskipulag. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 4.7. Minnkun vatnsverndarsvæðis við Keldur á Rangárvöllum. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 4.8. Uxahryggur 1. Breyting á landnotkun í aðalskipulagi. Það er tillaga með sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 4.9. Hraun erindi vegna stofnunar lögbýlis. Það er tillaga með sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 4.10. Umferðarmál merkingar innan Hellu. Það er tillaga með sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 4.11. Útskálar vistgata. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Þá er lokið afgreiðslu skipulags- og umferðarnefnd og komið að 5. lið erindi og fyrirspurnir frá álista. Fundargögn, fundarboð og lántökur. 5.1. Lántaka sveitarfélagsins. Yngvi Karl, fylgir þú þessu eftir? Já, við erum hér með bókun bara í samræmi við samþykktar verklagsreglur form og efni viðauka við fjárhagsáætlun og óska fulltrúar álistan eftir því að grein verði gerð fyrir ráðstöfun þeirra 50 milljón króna sem að teknar voru að láni hjá lánastofnun sveitarfélaga eftir síðasta fund sveitarstjórnar. Og undir þetta skrifa fulltrúar álista Yngvi Karl, Margrét og Sigdís. Takk fyrir það, Yngvi Karl. Fyrir liggur svar frá sveitarstjóra. En þú lesaði bara Gústi, þetta ekki það? Ég get alveg gert það. Gjörðu svo vel. Það er, ég tók saman hérna svar við þessu eins og kemur fram í bókum við mál 150-1043 sem er þá málsnúmerið í voninu frá síðasta fundi sveitarstjórnar, þann 11.1.2017 þá er lánið tekið til að endur fjármagna hluta afborgana sveitarfélags á árunum 2017 hjá lánasviði sveitarfélag og til að fjármagna hluta fjárfestingu við veituframkvæmdir sveitarfélagsins. Lántaka þessi í samræmi við samþykkta fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir árið 2017. Gerður verður sérstakur viðauki þegar endanleg útfærsla á veituframkvæmdum ársins liggur fyrir. Og ég get kannski skýrt það þá enn meira út að þetta er eins og við höfum verið að taka þessi lán undanfarin mörg ár sem við erum síðan að trappa niður núna og þetta þurfum ekki að taka síðan í framhaldinu. Það er til að í rauninni fjármagna hluta til afborganir á lánum sem við erum með hjá Lánasjóði sveitarfélaga og síðan er það þannig að við erum í rauninni í þeim fasa að útfæra endanlega veituframkvæmdir ársins og þá er ég að tala sérstaklega vatnsveituna en líka fráveitu og í rauninni ljósleiðaraframkvæmdir og
ekki ljóst á þeirri stundu þegar lánið var tekið nákvæmlega hvernig þetta skiptingin á þessu verður, en það þarf síðan að gera viðauka þegar það er bara ljóst. Og vonandi er það bara að skýrast alveg á næstunni. En þetta er í samræmi við okkar fjárhagsáætlun, tek það skýrt fram. Akkurat, takk fyrir þetta Ágúst. Orðið laustu þennan lið. Enginn hefur hvert sér hljóðs, en þá fyrir við í lið 5.2, fundargögn og fundarboð. Og það er tillaga frá álista. Ingu Karl, þú þess eftir. Já. Gjör svo. Hóttvíti, við erum hér með tillögu varðandi fundargögn og fundarboðum. Og hún hljóðar svona: fulltrúar álista í sveitarstjórn Rangárþing Ytra leggja til að sveitarstjóra verði falið að fara yfir verkferla birtingu fundargagna og boðun á funda á vegum nefnda stjórn og ráða vegum Rangárþings Ytra og tryggja að farið sé eftir samþykktu sveitarfélagsins í þessum efnum. Og þessu fylgir smá greinargerð. Allt frá því á þriðja fundi sveitarstjórnar á núverandi kjörtímabili, þann 9. september 2014, hafa fulltrúar álistans ítrekað vakið athygli á vanköntum á fundarboðun, fundarritun og birtingu fundargagna á vegum nefnda stjórna og ráða á vegum sveitarstjórnar Rangárþings Ytra. Töluverðum fjármunum á Rangárþings Ytra hefur verið varið í að efla þessa þjónustu við íbúa sveitarfélagsins. Meðal annars kom sérfræðingur frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga með námskeið sem haldið var meðal annars fyrir formenn nefnda, ráða og stjórna á vegum Rangárþings Ytra. Þá hefur sveitarfélagið innleitt skjalavinnslukerfi, svokallað One System, til að auðvelda starfsmönnum vinnu við skjalavörslu og til að íbúar geti betur fylgst með framvindu einstakra mála. Og undir þetta rita fulltrúar á lista, Ingu Karl, Margrét og Sigdís. Takk fyrir það. Orðið laust þessa tillögu. Enginn hefur hvert sér ljós. Þeir sem geta samþykkt hana gefið merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Þá liggur fyrir bókun frá D-lista. Sem hljóðar svo: það er álit okkar sem skipum D-lista í sveitarstjórn Rangárþings Ytra að í flestum tilfellum hafi tekist vel til við boðun funda og útdeilingu fundargagna, en ávallt þarf þó að vera á varðbergi fyrir því að betur sé hægt að gera. Það er því góðfúsleg ósk til allra þeirra sem verða varir við að einhverjir vankantar séu í þessum efnum að athugasemdum með beinum ábendingum sé komið til sveitarstjóra umsvifalaust og án tafar með símtali eða tölvupósti leið og vart verður. Þannig hljóðar það. Þá förum við í lið 6, Djúpárbakki, beiðni lögbýli. Það er tillaga að sveitarstjórn geri ekki athugasemd við að heimild verði veitt til stofnunar lögbýlis á Djúpárbakka í samræmi við framlögð gögn. Orðið laust þessa tillögu. Enginn kveður sér ljós. Þeir sem að geta samþykkt tillöguna gefið merki. Tillöguna samþykkt samhljóða. Ölver beiðni lögbýlisrétt. Það er tillaga með sveitarstjórn geri ekki athugasemd við að heimild verði veitt til stofnunar lögbýlis úr landi Ölfusár sjálfu í samræmi við framlögð gögn og að hinn nýja lögbýli verði nefnt Ölver. Orðið laust þessu tillögu. Enginn kveður sér ljós. Þeir sem geta samþykkt hana gefið merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Það er liður 8. Hlutafé í Visit South Iceland. Stjórn félagsins óskar eftir því að hluthafar samþykki sölu á nýju hlutafé til 3 aðila og hyggist ekki nýta sér forkaupsrétt. Það er tillaga með sveitarstjórn geri ekki athugasemdir við sölu á nýju hlutafé í Visit South Iceland. Sveitarfélagið hyggst ekki auka hlut sinn í félaginu að svo stöddu. Orðið laust þessu tillögu. Enginn kveður sér ljós. Þeir sem geta samþykkt hana gefið merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Þá er liður 9. Samband íslenskra sveitarfélaga 847. fundur. Fundargerðin lögð fram til kynningar. 10.
Samtök orkusveitafélaga, 28. stjórnarfundur, fundargerðir lögð fram til kynningar. Liður 11, fyrirkomulag skipulags- og byggingamála, minnisblað frá fundi sveitarstjóra í Rangárvalla og Vestur Skaftafellssýslum, lagt fram til kynningar. 12, Sauðáraukivarnir, minnisblað frá fundi með fulltrúum MAST, lagt fram til kynningar. Liður 13, innleiðing Árósarsamningsins, lagt fram til kynningar. 14, lífrænn úrgangur til landgræðslu, tækifæri, skýrsla til kynningar frá landgræðslunni. Liður 15, reglugerðardrög, eldvarnir og brunaeftirlit, drög til kynningar frá umhverfis- og auðlindaráðuneyti, lagðar fram til kynningar. Þá er dagskráin tæmd og fleiri ekki gert annað en farið við fundargerð og undirrita hana og að svo mæltu segi ég fundi slitið. Þakka ykkur fyrir góðan fund.